Hvernig var tónlistarmenningin þegar þú varst ungur? Þegar ég var ungur þá var það náttúrulega Presley, Já. kóngurinn sjálfur. Já. Og svo tóku Bílarnir við, með öllu sínu fallegum lögum, Rolling Stones og fullt af hljómsveitum sem að voru svipað listi, sko. Það var hérna sumar með þessi að komi hingað. Swinging Blue Jeans komið hérna og ég man nú ekki hverja komið, þetta var Kings. Já. Þetta var svaka hérna mikið að vera í tónlistarlífinu í þann tíð, sko. Það var bylting af mig sem var svona á 7. áratugnum. Getur þú nefnt einhver lög sem eru uppáhald í þér? Það er bara fullt af lögum sem að Bílarnir komu með, sko. Eiginlega flest lögin uppáhaldi hjá mér og svo Rolling Stones. Ég var rosalega þáttur vona væntum Rolling Stones. Og ekki neitt svona sérstætt sem ég man eftir sem ég vil taka fram yfir annað. Svo var maður söngkonur sem voru frábærar. Ég man til dæmis eftir Dusty Springfield, hún átti lag sem hét Windmills of Your Mind, sem var svona geysistert í huganum. Svo komum við svolítið fyrir kannski út á efninu, hvert fórst að skemmt þér á stungur? Svona, hvað skemmtist það þig? Það var í Glaumbæ, í Fríkirkjuveg. Glaumbæ. Var aldurstakmark það, eða? Fyrirgefðu? Var aldurstakmark? Já, ég er strangt, mjög strangt. Og þetta verður að passa. Já. Hvað varst þér tónlistin í Kanadúrnu? Varst þér skemmtilegt í Ríkisútvarpinu? Já, það var svona, það var Kanada spilaði mikið meira dægutónlist heldur en Ríkisútvarpið. Þeir voru bara með svona afmarkaða þætti eins og Óskari sjúklinga og Óskari sjómanna. Og það var eiginlega þá sem að þeir spiluðu, sko, bara dægutónlist. Annars var ekki mikið af það, sko. Það var Kanúðarpið og svo var önnur stöð sem var sjóræningjastöð sem var á skipi fyrir utan landhelgi í Bretlands sem var kallað Radio Luxembourg. Þeir spiluðu dægur allan sólarhringinn. Það náðist vel í það hérna og heima, sko. Fyrstu mikið af það. Fannst þér jazzið skemmtilegt en klassíska tónlistin? Nei, ég finnst nú ekki reyndar, ég er alltaf veikur fyrir Ella Fitzgerald og mörg lög eftir hann sem er hérna voru frábær en svona yfirleitt fannst mér jazz ekki alveg falla í krammi hjá mér eins og dægutónlistin. Nú komum við á sjónvarpinu. Var sjónvarpinu á þér? Já, þegar íslenska sjónvarpið byrjaði, það var ekki 66 og svoleiðis. Jú, passar. Hvað var uppáhalds sjónvarpsefnið þitt? Breskir þættir hafa alltaf verið mjög var alltaf mjög vinsælir hjá mér, sko. Ég man eftir til þess að það voru svona margir breskir þættir sem það voru svakalega vinsælir eða sem sagt mann þótti gaman að það var til dæmis mann ég eftir einu sem hét Saga Fossættarinnar. Og það voru margir þættir sem voru frábæri flesti breskir, sko. Svona álitið á Kanúsvarpinu og svona álitið á Ríkisútvarpinu. Hvað voru svona skemmtilegar að horfa á? Ég veit ekki, mér þótti að það þykir nú ekkert ameríska sjónvarpsefni ekkert sérstaklega skemmtilegt, sko. Það var svona frekar þunnt. Já, ég segja það. Það var svo samt einstakir þættir sem voru allt til lagi en ég veit að þetta Hollywood, þessi Hollywood-fróða ekki not my cup of tea. Heyrðu, bara takk fyrir þetta.